Það eru komin í Húnavatnssýslu og við erum komin í Gröf. Hér er fullt af hrossum, hér er nýtt hús og hér eru vinnumennirnir í húsinu. Hörður, Óli og Jesse. Hvað segir þið í dag? Bara fínt. Gaman að koma í Gröf. Já, velkomin. Velkomin. Ég spyr bara kannski fyrir fólk hver eru þið og hvaðan komið þið? Ég heiti Hörður Óli Sæmundarsson. Ég kem frá Grundarfirði á Snæfellsnesi. Og hvað er þetta að flækjast þér? Já, það er aðeins spurningin, sko. Ég hef ekki hugmyndu það. En það er bara búið að byggja hús hérna og við erum að reka tamningastöð hérna í Gröf. Jesse, hvaðan kemur þú? Ég er frá Hollandi og ég er búin að vera hérna í örugglega 5 ár núna. Og ég kom bara til Íslands til þess að vera í kringum íslenskum hestum og þjálfa og gaman að lífinu. Hvar fannstu þennan mann? Ég fann hann í Þýskalandi. Já, ok. Við kynntumst á bæ sem heitir Lipperthof hjá Úli Reipur og svo bara... Þannig að við getum kennt Úli Reipur þetta, eða? Já, algjörlega. En segið mér aðeins, Gröf, nú voruð þið á Króknum í fyrra. Já. Voruð þar að temja? Já. Þið eru náttúrulega bæði hólagengin og reiðkennarar og þið eru saman í þessu allan daginn. Er það ekki erfitt það? Nei, það er aðalatrið. Er það aðalatrið? Já. Það er ekki gaman að vera breytni í þessu. Það er að vera eitthvað með manni. Hver er húsbóndurinn á heimilinu? Hann er örugglega. Það er best að segja sem minnst. En nú er mikið stuð á okkur og það er mikið í gangi. Það er fullt af hrossum. Hvað eru mörg hross í tamningum í dag? Það er slatti. Við erum með eitthvað yfir 30 hross. Já. Það er nóg að gera. Og eru þið með aðstóð? Já, við erum með smá aðstöð. Það er hérna, konan næsta bæ, hún er að hjálpa okkur við verkin og er aðeins að trimma með okkur líka. Stínaði miðgóti? Miðhópi. Miðhópi segi ég. Sjáu þið, nú rugla ég bauðana, nú er hún brjáluð. Það gerir ekki til að ég skammir. En hvað er á að geta bæta við fólki? Jó, við erum í raun og veru að leita af aðstofkrafti eins og er. Hvað vantar einhvern sem er svona, einhvern færaknappa sem getur aðstofa okkur við tamningar og þjálfun og annað og önnu verk náttúrulega líka. Má hann vera frá hvaða landi sem er? Já. Ef hann er segur á hesti, þá verður þetta bara flott. Vantar eitthvað til þess að ríða hans út með ykkur? Já, bara sem getur aðstofa okkur. Nú ert þú að keppa í KS-deildinni? Já. Þeir segja það eins og með Guðna Bakara sem er í áhámannadeildinni, hann er búinn að vera á bekknum síðustu 2 skipti. Er það rétt hjá mér að þú tekur ekki þátt í fengvanginum heldur núna? Ég er á bekknum. Ég var hérna, rauðbljóstan gamlan hest sem er búinn að vera helviti segur og alltaf skilja sér úrslit og gert vel. Hann er bara ekki í lagi núna, þannig að ég er dett út núna í fengvanginum. Annars held ég að vera nokkuð öruggur inni. En þitt lið, Hrímnisliðið, vann 4 gangi síðast. Já, og þú varst einu sem komst heim með medalíu án þess að gera neitt. Nákvæmlega, þetta er ekki derfi vinna. Þetta er ekki derfi vinna. En það er náttúrulega, það þarf alltaf einhver að sitja hjá. Það er þannig. Já, það er bara þannig. Það er náttúrulega bara 3 bestu í hverja grein fara. Það við bara tökum stöðun á því hverjir eru besti fyrir hverja grein og það er náttúrulega bara að fara 3 bestu. Nú spyr ég þig, hérna, nú veit ég að þú ert að fara hérna eftir örskama stund og ert að fara að hofi og ert að fara á námskeið. Hver er með námskeið? Það er Júli og Borba með námskeið þarna og ég bara fekk tækifæri til að fara. Ég ætla nú eiginlega að keppa á Svínavatn en ég þurfti bara að segja nei. Þannig að þú fórnar Svínavatni fyrir Júli og Borba? Í staðan fyrir að taka út, þá ætla ég að leggja inn. Var einhver umræða það hvort ykkar færi á námskeið á Júli og Borba? Nei, það var aldrei umræða. Það var aldrei umræða? Þannig að við erum búin að komast að í rauninni hver ræður. Já. Hvað er... Það fyrir ekki hvað það er, sko, hver ræður. Hvað er mest spennandi inn í húsinu? Það er góð spurning. Það er nú, við erum með mikið ungum og margt mjög spennandi, svona þannig til annað kemur í ljós. Svo eru náttúrulega hross sem við eigum sjálf sem við erum búin að vera að brasa með síðustu ár sem eru helviti skemmtileg. Svona ekki mikið telt fram í keppni svo sem við ætlum að gera það núna í vetur og sumar. Þannig að það er svona allur gangur á því. En hvað er mest spennandi, það er voðalega erfitt að segja. Þetta er svona, alls konar hross, en mikið að bara skemmtilegum hrossum. Þannig að við erum svo smánað með hrossin sem við erum með núna. Á hvaða tímabili finnst þér hrossin skemmtilegust? Hvað finnst þér skemmtilegast að eiga við? Er þetta trippinn eða er þetta framhaldsþjálfun? Það er svo misjafnt, þetta fer svo mikið eftir hestagerð og mér finnst eiginlega bæði frumtamningar og grunnþjálfun og þjálfun bara mjög skemmtileg. Bara þjálfun á keppnisrossa getur verið jafn skemmtilegt og þjálfun á bara efnileg trippum. Að koma á svo stað og gera þetta reiðfært? Já, nákvæmlega.
Hvað aðstæðan hér í Gröf, hér riðið út alveg, það búið svolítið roka á okkur undanfarið, það við sloppið? Það búið að vera heldur kvast og leiðilegt, en það sleppur, við erum með smá í neðastöðu, þannig að við erum ekki alveg lömuð ef að gera leiðilegt veður, þannig að við getum haldið áfram, hún reyndar ekki stór, en það hægt að gera helling við Tamir Hross og annað inni, þó hún sé ekki stór. Pressa á núverandi eiganda Gröf, Ásmund Ingólfsson, að setja hér Reiðhöll? Já, það aldrei að vita. En veðurfarslega séð, þá var það ekki vitlaust. Þá var það ekki vitlaust. Ekki eins og veturinn búin að vera. En hann óttalaði að það sé alltaf logn í Gröf? Já, það hefur flýtt sér svolítið í vetur. Það bara búið að vera rok allstaðir hérna á landinu núna, held ég. Ég held alveg saman hvað að byrja núna í vetur, hvernig veðrið hefur verið. Það bara búið að vera ömurlegt. En það ekki alltaf þannig að það lagast með hækkandi sól. Jó, hún komin í dag. Já, hún komin, þetta að koma. En þetta gott veður í dag. KR-deildin, það framundan og kannski á laugardaginn, þá það Svínavatnið, þú að taka þátt. Ég ætla að fara á Svínavatn. Og þú verð með 3 hross, heyrði ég það ekki? 3 hross, já. Ég skráði alltaf á 3, svo kemur ljósgæði fyrir með. Hvað það sem að fara þangað? Ég fer með 2 glampardætur, önnur heiti Glitrar á Garði, fyrst önnur meira sem ég og Jón í Garði eigum saman. Svo á ég aðra glampardóttur sem heitir Dáð frá Ási. Við eigum hana, ég og Bjössi á Vatnsleysu saman. Það fara með hana í B-flokk, ég fer með þær báðar í B-flokk. Svo fyrst að hún fór á námskeið þá ætla ég að stela gamla ljósaklárnum hennar, Daniel frá Vatnsleysu. Það fara með hann í 12 og B-flokk. Þú ert nú bara að keppa svolítið á honum. Já. Góður hestur? Mjög góður hestur, bara skemmtilegur. Finnst þér alltaf að kallinn sé að fara að sprengja eitthvað á honum? Ó já, það var gaman að prófa eitthvað gott líka. Lána honum almennilega hesta? Já. Það var laglegt. Já, það er gott að vera vel hesta, konum búið þjálfandi svona vel, sko. Gangi ykkur vel þér á námskeiðinu og ég ætla ekki að tala við þig aftur og þú tapar á Svínavatni, þú bara segir það hér með, þannig að það komið smá pressa á því. Ekkert mál. Þú vinnur best undir pressu, ekki? Já, það lítur að vera. Það þýðir ekkert annað, það er alltaf pressa. Ætlaði að leggja á fyrir okkur? Já. Eitthvað sem við fáum að sjá, sem við vitum, sem þið vitið hvað, eða bara að taka bara eitthvað? Ég var að spója að leggja á Dáð frá Ási, sem ég ætla með á Svínavatn. Prófa hana aðeins. Jessi, á hvað þú að leggja? Ég er ekki búin að ákveða það þá. Það er bara að finna eitthvað í húsinu. Hér er nóg á hrossum. Kíkjum á það. Já. Þetta siglingu og hullar nöfnfötum í greinjandi rigningu Stími heim í heiðardalinn Góður strákur og vel uppalinn Mikið verður gott að knúsa kerlu Erlu, góðu erlu sem giftist mér því ég kunni að skaffa Sjómaður og sonur að snappa Hlakka svo til að hitta börnin Maríu, Hænu, Hafþór og Örnin Vinna upp tíma, klippa smá og líma Í eltingaleik fram að 8 tíma Hafið, ég þekki ekki annað Hafið, var harmenni annar var mamma Sultuslög Nunna, systir mín Gunna, Bruna, Rósi Var örugglega á engi minn frændi Rændi mig á æskunni Hafi, ég þekki ekki annað Hafi, var harmenni annar var mamma Sultuslög Nunna, systir mín Gunna, Bruna, Rósi Var örugglega á engi minn frændi Rændi mig á æskunni Þegar heim er komið býður mín flaskan Og á tröppunum stendur ferðartaskan Erla góða fór með vini á hestbak Síðasti túr hann keyrði þverbak En þegar botnin á þig bara standa upp aftur Þetta veit hver hilbit er aftur Vaknandi mönnum er best að lifa Lífi geta bara ég þið hundar geta slefa Ég skal segja ykkur það Það fór þó aldrei, mann er ekki boðið á hestbak á þvílíkum gæðingi sem er að fara að keppa á Svínavatn á laugardaginn. Þar ætla ég að fara líka, reynda að vera myndatökumaður, hún elkaði ekki með mér, því miður, hún er að fara á meistaradeild í kvöld. Þannig að það verður gaman að sjá okkur þar, gaman að fara svona hesta, tökum þeim kærlega fyrir, þeim hjúum, Jessi og Herði Óla
og ef þú ert hestamaður eða hestakona, skiptir ekki máli og langar til að vinna við hross, þá veit ég að þau eru að leita vinnumann eins og þau sögðu áðan, þannig að þið getið farið inn á Facebook síðan og fundið Gröf, Tamningastöðin Gröf og ráðu ykkur einlega í vinnu. Ég hef sem að vera þarna bara nokkra dagi viðbútt. Takk fyrir mig, over and out.